Það góð spurning, are you ready now? Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 7. janúar og FM 95 Blö hefur hafið göngu sinna í fyrsta sinn á þessu ári og það ekki fullur bátur en ég græta ekki því að við Steindi Junior erum komni með okkar allra besta mann. Já, bara okkar uppáhalds grínista, hann heitir Jón Gnarr og verður velkominn Jón. Já, takk. Hvernig ertu svona á nýju ári? Svona gæti verið betri. Já, það ertu þig svolítið. Ég held ég hef aldrei spurt hvernig ertu á hans og segir ég gæti alveg verið aðeins betri. Er það helvitis líkþóknið? Er það eitthvað hjá þig? Já. Það nú, og svona ekki bara það. Það svona ímisleitanna. Já, bara hellingur. Það bara hellingur, sko. Og ég veit ekki hvort þessi þáttur vettvangurinn í þig að fara að ræða það. En það á nóg að taka. En hvernig, Steindi, við vorum með blökastinn daginn en það ekkert allir sem eru með blökastið. Þú fékkst sem nokkulega ákveðin bara skellur fyrir okkur. Já, það mjög skrítið fyrst mér að vera ekki áskrifandi þar. En þú fékkst COVID jólin. Ég fekk COVID og öll fjölskyldaðinn. Já, og ekki bara fjölskyldan, þetta stór fjölskyldan. Við vorum heima hjá okkur á aðfangadegi, við vorum 14, við fengum öll COVID. Já. Öll með tölu, mamma og pappi, bróður minn, systir minn, makar, krakkarnir. Allir feskir samt. Allir feskir. Og allir áttu góðir. Varst það þú sem að smitaði þér alltaf? Sko, ég spurði hann að því hvort hann væri patient zero. Já, ég veit það ekki, það gæti verið ég. Ég oft svona á ferð og ég alltaf á flakki. Kona mín, hún í þjónustarfi, hún upp í Kringlu, upp í Smáralind og hér og þar. Bróður minn var á aðfangadegi sem sagt með fór í svona hádegisboð. Bróðin líka oft í einhverjum skrýtna partíum. Kona mín? Nei. Og það var COVID smitt þar, gæti að koma í krökkun og þess vegna, þau eru einkennlaus og allt þetta. Ég veit það ekki. En við fengum öll COVID. En við viktist engin alvarlega. Ég fekk COVID, við komum til landsins einhvern tímann og ég fekk svo mikið móral. Ég fekk svona COVID meðvirkni móral. Smitaður marga eða? Nei, ég held ekki. Er þannig í gangi að fólk svona skamma sín þegar þú ert að láta aðra vita bara? Já, þetta er bara að því að þú ert svona lúsablessi. Skilu, þú ert Svo langt sem ég hefði lúsablessi. Lúsablessi, allir voru hósa glaðir og voru að fara að gera eitthvað og svo kom lúsablessin þú og segja ég með lús þannig að þið geti ekki farið neitt. Mér finnst það bara óþægt, ég þotna alveg smá í munninum og svona. Og þurftur að tilkynna mörgum? Voru margir sem fóru í sótkví út af þér? Já, það þurftu margir náttúrulega að fara á eitthvað hold og fara í próf og eitthvað svona. Og fólk sem var búið að vera að hlakka til að fara í vinnuna og svona kom ég. Ég held að COVID-bömmerinn, hann liðinn Já, þetta er orðið það algengt að mér finnst allir vera í einangurinn að sótkví Þú veist, það eru 1500 smitt bara á dag. Já. Ég hef ekki tengst þessu, ég hef aldrei farið í sótkví en ég smittast. Þú ert búin að fá þetta. Heldur það? Já, ég held að þú sért búin að fá COVID Ógreint. Já, það er oft ég er oft hitt á þig og það er ykkur brekka þú út með smá svona lumbra. Já, út með hæsi og ykkur lumbra. Jón Gnarr tala bara eins og maður sé fimbulfambi. Það er svo hálfið að koma bara svo lumbra. Ég segi þetta Ég gleymi nefnilega ekki því að þú veist þegar fyrsti faraldurinn var þegar ég held að það hef ekki verið byrjað Gamli góði fyrsti Gamli góði, þú veist Við erum að tala um svona fyrsta seríunni á þríeykinu. Já, við erum að tala um mars, apríl, mæ bara í hitti fyrra. Þá vorum við öll saman í liði. Þá voru allir tilbúin að Já, og þú varst ekkert búin að fá sprautu og enginn. Nei. Þá mann ég eftir þá kom fyrsta bylgjan sem var svona, muni ekki, þetta var páska eitthvað, voru svona 300-400 nei, kannski minna, 200 eða eitthvað. Það var alltaf stóra bylgjan. Og þá heyrði ég í Blöð og þá var hann í Kringlunni. Ég sagði, hvað er Kringlunni? Það er alveg ótrúlegt hvað ætlar að töngast að þessu. Og það fannst svo skrítið að þóra það fyrir Kringlunni. Það er fólk með COVID. Hann er að tala um þetta 2 árum setna. Ég spurði bara eftir í Kringlunni. Ég fer helst ekki Þessi bara í Kringlunni Hún fannst þetta stór merkilegt. Bara eins og ég var að eldast við veirunum. Mér finnst bara svo merkilegt að fara í verslunarmiðstöð nema og sért alveg þvingari. En málið er að, ég sagði, Kringlunni, hvað þurftur að ná í þar? Ekkert spes, það var bara eitthvað í Hagkaup Það fór í Hagkaup og Ríkið og valdi Kringluna Bíana rétt, já
Þú fegst þetta þar? Nei, ég nefnilega hef aldrei ágæð. Þá hefur þetta verið gjörsanlega einkennalust. Þú getur farið í mótefnamælingu? Já, ég þarf eiginlega bara að tjekka því. En sko, hann fekk COVID jólinan Steindi. En svona því þetta er fyrsti þáttun á árinu, Jón. Hvernig voru jólin áramótinu þér? Ertu sprengikall? Nei, það er ég nú ekki. Kaupirðu raketur? Nei. Ég mér leiðist allt svona. Já. Er það lætin það? Já, mér leiðist þessi hávaði og þetta rusl sem af þessu kemur sko, sem er náttúrulega gríðarlega mikil kostnaður og svo leiðist mér þetta. Ég er með hund og honum leiðist þetta líka og við erum alveg sammála um það. Mér fannst alveg gaman að þessu, þú veist, þegar ég var unglingur og svona en hvernig er það þá því fjölskyldan stígið þá út og kíkja á raketur eða takið þið bara skaupið og eru svo bara inn að spila eða hafa kósi farið ekkit út að sjá raketunar eða skjóta neinu eða nei sko strákurinn minn fór eitthvað aðeins út með trallapakkan sem hann nefndi ekki það er svo mikið drast í pökkunum. Þetta er bara svona, þú vilt bara klára þetta. Þetta er allt sem heyrist í þessu, eina sem heyrist í þessu er svona næstu ég fara að verða eitthvað en það er ekki neitt og nei, mér leiðist ég er alls ekki að reyna að vera neikvæður og alls ekki, en mér leiðast ofboðslega mikið svona jól og áramót og svona jólin ofboðslega já, mér finnst þetta sko, mér leiðast þessi jólalega ofboðslega mikið að hitta fjölskyldur og borða góða mat og svona en jólalög eru nú ekki sérstaklega góð. Nei, það er ekki að tala um það þurfa að sitja heima og sitja bara með jólalög það er hægt að ringi mér eins og þið hafið orðið fyrir það ringt einhvern tímann í desember og fyrir einhvern jólablað sem segja morgan ert þú mikið jólablað og jólaminning og einhvern jólasíður ég er ekki með neitt svona. Hvað borðuðu þið? Við borðuðum purustegg. Við borðum aldrei það sama bara eitthvað svona engin hefð nei, en það er hægt að ringi mig það hefur ekki verið ringt í mér svona 3-4 ár það vita öllum ritstjórnum því er ekkert að ringi hann er bara leiðinlegur sko, og ég er bara þakkláttur fyrir það sko. en auðvitað reyndi ég þú veist að leika með og svona því að ég var með krakka og svona þú veist að þetta væri gaman og eina og ég var alveg heiðarlegur sko, eina sem ég finnst gaman við jól það er að fá pakka. Já, ok. Þannig að þú fílar að opna pakkana? Já, það er frábært sko. Og fegst eitthvað sem þið langaði í þessi jóli? Já, ég fekk alveg helling sko. Fekk þessa peysu hérna. Já, þetta er góð peysa? Þetta er mjög góð peysa. Já, þetta er mjög flott. Já, þetta er sko, þetta er bara, ég fer valla úr henni sko. Og þetta er svolítið eins og gamla duggarapeysan. Þetta er nefnilega nákvæmlega eins og gamla duggarapeysan sko. Það var einmitt það sem ég sagði, þetta er bara duggarapeysa sko. Og mjög ánægð með það og svo fekk ég svona multitool sem er búið að vera að drauma multitool já multitool er svona töfrasbroti innaðmannsins það er svona ílangt stykki og svo getur þú sett alls konar mismunandi framan á það eftir hvað þú ert að gera svona, svo ruggar þetta eitthvað svona fram og tilbaka og þú getur bara gert allt með þessu sko. Þetta er eitthvað sem við munum aldrei eignast ef við verðum hreinskinnir. Nei, ég veit það ekki. Talaðu fyrir sjálfa þig. Við erum ekki einað menn. Nei, ég er búin að breyta svolítið. Nei, það er ekki. Já, eftir að við fluttum þá já, svona aðeins að taka til hendinni. Já, ég ég ætla líka alveg að vera heiðalög með það, þú veist, ég hef verið típan sem hringir í pappa og svona býð honum vilt ekki koma yfir, fáum okkur einn bjór og þú hengir upp einhverja myndir og ég verði á kantinum að segja eitthvað skemmtilegt en ég bara fekk lánaðan bor fór og keypti alla skrúur og allt sem þurfti og ég bara og konan við settum allt upp, boruðum hillur hengdum þær upp mynd eitthvað sem ég Það er að skilja meinan eftir í þessu Já sko, ég komst að því að ég sett upp sjónvarpið reyndar með tengdapappa það þarf 2 í það sko en þetta er ég er allir að koma til sko Ég get ekki verið með 2 grínastæðinir sem fram á mig á þess að spurja hvernig fannst ykkur skaupi? Ég byrjuð þér Steindi, maður stánað með það? Ég veit það ekki ég sko
Þá ertu eiginlega búin að segja það, Jón, varst þú ánægður með sköpið? Sko, mér fannst þetta bara fínt sko. Ég sko það er eitt sem að mér leiðist opbúslega mikið við þetta gamlárskvöld. Það er væntingavísitalan svo mikil. Þetta hefur verið svona alla mína ævi frá því ég var 14 ára og var að fara í fyrsta áramótapartí, ég held ekki geðveikt. Það var hundleiðilegt og svo var það bara alltaf hundleiðilegt. En eru væntingarnar ennþá þarna? Hvað segirðu? En eru væntingarnar ennþá þarna þá hjá þér? Nei, þær eru, skilurðu, eins og gagvart skaupinu. Það eru svo miklar væntingar hjá svo mörgu fólki. Og það eru allir orðnir, sko, það eru allir komnir í eitthvað svona grín hásæti. Þú veist, það eru allir orðnir grín sérfræðingar. Þið getur samt alveg svara hvað ykkur finnst á þess að það sé að móðga eitthvað. En hvað fannst þér? Mér fannst það byrja vel. Ég veist að oft er þetta þannig bara, maður hafi verið sagt bara æherðu það hefur greinlega ekki verið nógu góð stemming í partíinu á þér. Því að stemmingin í okkur var geggjuð. Við hlóum mjög mikið í byrjun þegar hann var að fara með fjölskylduna þarna að sjá eldgosið og allir voru eitthvað hérna. Þannig að það var stemming hjá okkur. Mér persónulega fannst bara of mikið að lögum og mér fannst að missa dampinn svona þegar á leið. Það er ég bara hreinskilinn. Mér fannst ekki viðbjóður, en mér fannst ekki nógu gott. Það var sko reyndar sko var svona eitthvað sem að ég bjóst við að sjá þarna sem ég var einhvern veginn sem sagt hver er að fara að leika þennan og hinn og eitthvað svona en svo bara kom það ekkert. Áttu Dæni? Sölvi Tryggvason tók viðtal við sjálfans í podcastinu sínu. Ég bjóst við því að það er Þú hefði gert sketch með það? Já, þú veist, þarna er hann og einhver kona og hérna þetta er eitthvað sem að fólk man eftir og svona. Já, en svo finnst mér líka eitt í þessu, þú veist, er eins og svona þú veist, eins og með lög, því að þú sagði að það var of mörg lög. Ég reynda tók ekkert eftir því. Nei, svo er bara mismunandi hvað fólki finnst. En svo er líka reyndar alltaf bara, þú veist, það er erfitt að horfa á skaup það sem eru fullt af krökkum. Maður þarf alltaf að horfa það daginn eftir. En ef við tökum bara skaupið, ef við tökum bara hópin sem gerir þetta skaupið, þetta er sami hópur við fyrra, meðan skaupið fyrra meira áttur. Já, frábært. En það sem finnst að vanta í, þú veist, að því að þú komst inn á lögin er að lögin í skaupinu, þú veist, upp á skilur að þessu góð eða ekki. Ég er ekki að tala um það. Lagi getur verið geggjað gott og svona. Mér er bara fundist vanta brandara í lög. Þú veist, að því að þú ert með lag þú veist, þetta er grínþáttur, skilur þannig að hérna, mér er þund, þú veist, mér finnst það að vera bara á 10 sekundar fresti á bara djóka, sko. En ég er ekki bestu brandar í sögu áramótaskaupsins, er það ekki Ólífur Ragnar Grímsson? Ég held að sé Ólafur Ragnarstæl Mæstu geta því líka? Ekki valmeta það Ólífur Ragnar Grímsson er það fyndnasta sem ég heist í áramótaskaupi. Það varst þú og Steini bara, það var, sko, málega er að hérna Steini á það nú alveg skuldlaust, sko. En hvernig náðu þannig sketch í gegn? Með hinu handritsteimi. Það var mjög erfitt ef þú lest sketsin ég persónulega því ég er nei, þetta er ekki fyndið. Nei, bara þetta er alveg bara þetta er pjúra Steini, sko. Þetta er svona steina grín, sko. En sko en svo er þetta líka eitt hérna með skaupið. Mér finnst ekki að þessi þáttur þurfi bara að taka fyrir það sem kom fyrir árinu. Nei. Mér finn eins og til dæmis með Óli og Ragnar Grímsson er bara, það var engin frétt sem komikstaður mann sem bað, þú veist, þetta er bara random stuff og hérna og þú í bílunum hérna, hvað sagðar aftur djúvillar að fyndi maður, þú stoppaðir á bílunum hérna ertu kunnugur staðáttum Já, en þetta var þessu teimi þarna sem ég var að vinna handritsteiminu, þá bara gerðist þetta fyrir mig, þannig að ég var á hundanámski og var að labba með hundin að æfa að labba hæll kom eitthvað svona fólk keyrandi frá Smiðjuvegi á þriðjudagskvöldi kunnugur staðáttum og hérna og ég bara ekki verið spurður þessu bara aldrei ertu kunnugur staðáttum og hérna og svo var ég bara að segja frá þessu einhvern veginn á einhverjum fundi, ég var að segja það skrítið mikið að skrítnum fólki og eitthvað fólk sem ég held bara myndi eitthvað sko að hoppa út og ræna mig eða eitthvað eða selja hundinu með eitthvað nei, og bara ertu kunnugur staðáttum hvað þýðir það, er ég kunnugur staðáttum þetta er Smiðjuvegur þetta er gulgata sko spurður, ég held að þú væri ég veit ekki eins og hvað þau voru að spyrja hvort þú væri týndur eða? Nei, þau voru að spyrja hvort ég þekkti vel til ertu kunnugur staðáttum þetta er svona eins og bara þú ert á Melrakkasléttu
burtu og veist ekki alveg býtu hvert ætti að fara hérna, ég ætla að fara á Þórshöfn og eitthvað, ert þú kunnugur staðutum? Já, ég ætla að fara til Þórshafnar, já, gengur í áttina þessu felli eitthvað svona, sko. En hérna og þetta bara sló í gegn og fór inn í skaupið og þetta var bara alveg lausulótti gripið en hérna en við erum náttúrulega báðir í umræðum sköpum náttúrulega hlutræðir sko. Já, þegar báðir verið ansi ofta í sköpinu. Já, það er ógeðslega gaman. Ég hef gert 2 sköp, þú veist, og það var ógeðslega gaman. En þetta er hérna, við getum held í báðir alveg sammála það, þetta er mjög óeigingjarnt starf. Er stressandi þegar maður að gera sköpið sjálfur að farið á Twitter að skoða hvernig fólk að taka það? Já, ég gerði það. Já. Síðasta sköp sem ég gerði á 2015 sko. Það hérna, en já, það var þetta er ógeðslega stressandi. Þannig að mann er ekki sama hvað fólki finnst það. Ég var að skýta í mig sko. Maður horfður á þetta nánast baku sofa. Þú veist, þetta er mjög af því að það er allir einhvern veginn, það var allir skoðun á skaupinu. Sama og þetta setur öllu sami skaupinu. Það er líka ekkert verra heldur en að vera kannski sem betur fyrir að það nú ekkert gerst allt oft en það er ekkert leðilega heldur en að vera heima sem er fjölskyldun að vera frumsýn einhvern þátt og svo er enginn að hlæja eitthvað inn og maður byrja bara svona svitna bara þetta var ágætt hjá okkur. Nei, svo var það. Ég hef verið mjög stressaður sko og einmitt þetta farið á Twitter sett like á það sem ég ákvætt en skautaði yfir þetta neitt. Skaupið 2015 þá náttúrulega lendum við líka bara í því að budgetið á skaupinu það kláraðist. Það lenda öll í því budgetið kláraðist og hérna þetta endaði þannig að ég og Arro félagi minn tökumæður við þurftum að fara bara 2 út og taka upp helmingin á lokaleginu. Þannig að annars við vorum bara hlaupað að reyna að ná í efni og þannig að hérna, þetta var svona það var ekstra stressandi þetta var alltaf loka metrum. Þetta er tekið upp á mjög stuttum tíma það er svakaleg keisla, það má ekkert út af bera ef þú ert að fara að taka upp atriði sem á að vera einhver og hárkollan sem að viðkomandi á að vera með kemur ekki og það er bara að sleppa það er bara þannig, það er ekkert eitthvað hingurinn þá eftir því að kollan það er ekkert svoleiðis það er ekkert að fá endalist að tökum hana þannig að maður það er svolítið að hérna við erum með textan og hreinu bara já, þetta er svolítið þannig en eins og ég segi, þetta er mjög þú veist, eins og hópunum sem er núna er ekki sami hópunum búin að gera þetta líka í mörg ár en það síðustu 2 allavega 2 og hérna er búin að standa sér bara hrikalega vel, það verður bara að segjast en þetta þú varst ekki ánægður með það núna? Ég veist ánægður með skaupið fattar þau en þú veist það hefði ég er ekki með svarið eitthvað ég hef viljað sjá þetta í því nei, ég meina, ég sko hérna var þetta ekki bara fínt, hvað, ég veit ekki nákvæmlega, þetta er svolítið svona eins og bara finnst mér, svolítið eins og bara hvernig var þessi sumarið skilur við, bara ég var ekki ánægð með alveg talað, mér er svo frábært sumar þetta er bara eitthvað svona þetta er bara svona einhver upplifun, bara afstæðar síðan hafa komið bara af og til skaup sem eru bara neglur þá segir maður stórkostlegt þá segir maður þessi stórkostlegt og þú veist, þá spilar náttúrulega líka inn í þá hefur kannski líka verið eitthvað ár sem eitthvað, þú veist, það er skemmtilegustu skaupin hljóta að vera líka þegar það gerist eitthvað fjölbreytt sko, þú veist, ekki bara samt eins og varst að segja hann, ég nefnir eitthvað ekki að ræða skaupa allan þáttin, en eins og sagðir á hann það þarf ekki alltaf að vera eitthvað sem tengdist því sem gerist á árinu. Mér finnst að við mættum vera duglegir í því að vera bara með, ef við ekki segja, þú veist, helmingur má vera eitthvað sem gerist á árinu og helmingur má bara vera eitthvað Oliver Grímsson. En hvernig væri ef að RÚV myndi gera nýjan þátt sem að væri þáttur úr öllum bestu atriðunum og öllum skaupum og það væri bara alltaf uppfært sem sagt sko sem sagt eitthvað svona hérna einhver svona sérstök skaup útgáfa á hverju ári og væri svona kíkt á þetta öðru hvoru ég held að fólk myndi horfa á það bara sæjur og kollar bestu atriðin en svo má ekki gleyma því heldur að Fósbræður gera á sínum tíma nýjársbombu það hefur ekki verið gert síðan það hefur hvergi verið fyrsta sem Stöð 2 með eitthvað svona grína og gamla eða nýjárs það var skemmt þetta á nýjárs og það var einmitt ekkert hérna að vera að tala eitthvað sem var í gangi í þjóðfélaginu það var bara, þetta var rauninni bara langur Fósbræður þáttur þetta var, einmitt og þarna uppskurð, þetta snúast eitthvað uppskurð á Gussa og hann borðað úrið sitt og hérna hvað klukkan byrgir? Nei, það ekki, segið þjóðin og sirkir
Við erum með þetta þáttandikur í dag. Við nýttum Jón Gnarr, hann mætti til okkar í hádeginu og það eru 3 klefar. Það var svo gaman. Já, þetta voru leiðilega sögur. Hef ekki farið í sturtu síðan í fyrra og svo hringdi Jón Gnarr og var að skipa mann í sótkví þó hann þyrfti ekki að fara í sótkví. Þetta var bara svona, ef hann vildi gera það fyrir þjóðfélagið þá var það vel þegi að hann myndi ekki fara út úr húsi. Já, mér finnst þetta ógeðslega að fyndi. Ringi ykkur og segja, herri, þú verður bara að henda þér í sótkví sko. Hvað, eina sem maður nátt að fá var svona nappur á Facebook kom betur inn á það. Ég segi síður í prófælmyndina, hann hafi farið sjálfurlegur í sótkví. Já, svo erum við með þekkið ekki, ég ætla að henda strákunni í það hérna á eftir. Þú ætlar að vera með kortmyndur frekar. Já, mér fannst það svona við hæfi núna því að Jón er gestur að fá hérna að vera með kortmyndur frekar þetta. Svo eru sturla staðreyndir og við ætlum að henda hraðaspurningum að Jón og fleira, þannig að það er nóg framöndan. En drengi, ég var að keyra í bílnum í daginn. Oftast við byrjum nú þáttinn reglulega á Bubba, en ég heyrði þetta lagin daginn í bílnum, mér fannst það eitthvað svo gott. Ég hugsa að ég ætla að byrja fyrsta þáttinn á nýja ári á þessu lagi. Hvað ætlar að spila? Þetta er Nýdönsk, Frelsi. Nýdönsk, já, gott lag maður. Sungu allir með hérna í stúdíónu og Jón er ennþá að syngja. Leiður á því til lengdar að vera til. Já, reyndar. Hérna, það er komið að slúðri. Fylgjastu með slúðri, Jón? Já, mér er gaman að slúðri. Sérstaklega það eru mig. Og hérna, mér fannst rosa gaman að hérna svona heyra kjaftasögur sem gangu mig. Er einhver saga sem þú manst eftir? Er einhver skrítin saga sem kemur fyrst upp í hugan? Slúðu sagði þig? Ég man sérstaklega eftir því sko, þegar ég var borgarstjóri þá var ég sem sagt búin að missa vitið. Og ég var það sagan? Já, sem sagt, og var á mismunandi deildum eða var komin á eitthvað klínik í útlöndum. Mér fannst það mjög skemmtilegt. og síðan sko hef ég svona stundum svona snert á einhverjum slúðsögum Sigurjón Kjartansson og svona hjálpa til að búa þér til. Já, þú sagði mig það ekki að ef það var sagt eitthvað slúður Sigurjón þá sagði þú oftast bara, jú, það passar. Nei, ég var einu sinni spurður, hann var að vinna með plötu með Páli Óskari og þá fór svo saga af stað að þeir væri eitthvað að stinga sér saman. Og ég var spurður að því hérna, maður sem spurði mig fullir alvöru hérna, segði mig, Sigurjón vinnurinn, er hann hommi? Og ég mitt bara á sig, nei, af hverju heldur það? Og svo bara, beiti ég tungun á mér, skilji, og auðvitað átti ég að segja, já, þú veist, en segði ekki nokkur manni frá því, því hann vill ekki hafa átt það, sko, það giftu maður og skilur. Veitu, hvaða plata var þetta? Eitthvað plata sem Palli var að gera? Já, það var platan. Ok. Já. Og Sigurjón aðstofa þar? Sigurjón stjórnaði upptöku. Já, ég vissi það ekki. En sko, hérna, að því varst að tala um borgarstjórn, svo ætlum ég að byrja hérna á slúðu pakkanum. Þú sagðir okkur frá því hérna á stóra sviðinu. Já. Þú varst borgarstjóri, þá var alltaf kona á Facebook að bakkaðu upp sem að varst þú, hvað heitir hún áttur? Guðrýður Pettersen. Það kom einhver slæm fréttu þig að postaður þau sem hún og bara hún var alltaf í kommentakerfuna að peppa Jón var svona 5 manns á Facebook. Já, ég var Guðrýður Pettersen, svo var ég Aðalsteinn Jónsson, ég held að hann sé dottinn út, hann var flugstjóri á Icelandair og svo Geir Jónsson sem var svona áhuga ljósmyndari, ég held að hann sé að þá sko að Guðrýður er hérna og hún er alltaf bara að raka inn einhverjum ammæliskönnum og 3000 vini sem kallar hana Gurra og ekki kom. Ég var ekki alltaf til lukku með daginn Gurra mín fyrir átti ammæli. Já, það var eitthvað svona og hérna fólk er alveg sturla sko. Já, svo tók ég stundum svona sirpur sko eftir ég hætti. Ég hef aldrei haft einhvern veginn hjarta í mér að sko eyðinni. Mér finnst það svolítið svona eins og bara svæfana eða eitthvað. Mér finnst það ekki að hafa leyfi til þess og hún er svo yndisleg sko. Veitu hvað gerir hún?
hún gerir svo sem ekki eitthvað workset sem sagt ég leta hana bara til þess að svona aðeins að styrkja svona social statusin hennar þá leti ég hana hafa unnið hjá ríkislögreglustjóra og svo nú var hún á skattstofunni sem sagt þannig órætt sko og svo bara gerði ég eitthvað, ég byrjaði að taka fyrir einhverja konu sem var að vinna á skattstofun í Stavanger og notaði bara myndir af henni sko, glemdi ég hvað hún hét og hérna fór þá bara að setja myndir svona sem ég fannst svipaðar getur samkvæm engin að pæli að Gurra sé búin að breytast Gurra er búin að breytast það svakalega mikið sko og hérna og já, en hún er ennþá bara Guðröður Pettersen tím Guðröður Pettersen það eru einhverjir frá addinu hérna núna sem er að hlusta, ég lofa því en ég ætla að byrja slúðupakkan á Jason Derulo hann er, þetta alla hérna, slúðumiðla, ég veit að Steindi veit ekkert hver þetta veist þú það Jón? Jason Derulo ég er agalið, það kemur þess ég veit ekkert um þetta, ég veit ekkert hvað það tala sko. Þetta er sem sagt söngvari og mjög vinsæll söngvari hann lenti í slagsmál núna við 2 menn í spilaviti í Las Vegas hann réðst á þá og myndband af því var út um allt því að þeir voru að kalla hann Usher sem er annað söngvari ég veit ekki af hverju hann æstist svona við það hann var eitthvað móðgæður yfir að þið vissi ekki hver þetta var hver hann er þetta væri sko ef við bara aðeins setjum þetta hérna ef einhver myndi kalla þið Sveppa eða Jón Sigurjón það er bara mjög oft gerst þú myndið ekki fara að kýla ykkur bara í Nammelandinu í Hagkaup nei ég veit ekki, ég hugsa algengasta spurning sem ég fengið svona tengt Sveppa er ég veit ekki hvað ég hef oft verið spurð hvað er Sveppi Stef ég var eitthvað staðar bara hvað er Sveppi? Ég bara, veit það ekki, ég held að hann sé heima á þessi bara ég mynd, við erum ofta rættum með þessu ég var oft spurður að því hvenar farið þið að sofa hvenar farið þið að sofa hvenar vaknið þið á morgnana hún ekkert saman sko hvað eru uppáhalds maturinn ykkar veist þið sem séum eitthvað svona bara ein manneskja einekja tvíbura sem gerum allt eins en alltaf já, slúður er í raun ekkert merkilega það, hann réðst þarna á þessa menn og hann er bara einhver slæmur stað strákurinn. En ég meina ef þú myndir sjá Bubba til dæmis á slæmum degi skilu, það sem hann er ekki kannski upp á sitt besta og hrópa á hann Björgvin Halldórsson Egill Ólafsson Já, hann sem var líklegastur af Íslendingum minnar hann myndi allavega að gefa þér eitthvað lestur sko hann myndi stoppa og, hörðu, hvað ég er Bubbi Mortens hvað litli tapp er þetta sem er að segja þetta og það myndi alveg, þú veist, eitthvað stoppa við þetta sko já. Svo er það, sko, við vorum búin að fjalla um þetta áður og hérna, það var 31 árs gamall drengur sem heitir Spencer Elden og hann er, hvað þekktastu fyrir það að hann er krakkinn fram á Nevermind plötuumslæðinu og hann fór í mál við sem sagt Nirvana og vildi meina að þetta væri hræðilegt sko. og myndi sér barnanísefni og hann sé nakin og kynfæri hann séu greinileg og hann hafi ekki gefið leyfi á þetta og það sem hún finnst ógeðslast við þetta hann sé að synda eftir peningaseðli en samt var hann að kæra sem sagt Nirvana og fór fram á háar skaðabætur en það var dómari sem var núna að vísa málinu frá þannig að hann var ekki neitt Já Það er mjög gott og hérna en góð tilraun mjög góð tilraun ég myndi bara vera, veist, honored ég væri framan á, þetta er einn besta plata allra tíma ég myndi freka monta með því veist hvað þetta er? Já, veist ekki hvað ég er hefur þú hlustað á Nevermind? Ég er kallinn framan á albúminu Já og svo er það gekk ekki upp hjá hann og svo er það í lokin sko, við fjöllum mikið um Kim Kardashian inn í þessu þætti fylgist þú með Kardashian, hefur þú hort á þessu þætti eitthvað, já Pappi missir ekki þætti Nei, hann er mikill aðdándi en þættin er hættir Nei, mér finnst þetta frábærir þættir sko Já, sko, ef ég er hreinskil, mér finnst fyrstu seríuna mjög skemmtilegar það var þetta eðlilegt þá fann maður alveg, ok, þetta var raunveruleika þáttur og það var bara að vera að fylgja þeim eftir svo svona í seinni tíð var þetta orðið miklu meira ok, það eru búin að finna sér einhvern hálftíma til að taka upp þetta spjall og það var bara að klára það af því að svo mikið í gangi það er orðin svo ríkar og frægar að það er af engan tíma ég var að taka upp þáttinn ég bara hef aldrei dottið inn í þetta að viti og ég vil aldrei dottið inn í neina raunveruleika því ég fer að pæli ég sagði þetta sé eini sem ég svona dottið inn því mér fannst eins og Chloe mér fannst hún alltaf svo fyndin og mér fannst þetta alveg gaman að horfa á eins og allt þetta Love Island eða eitthvað allt annað Amazing Race og svona
Ég ekkert að drulla yfir þetta er auðvitað bara skemmtilegt Love Island, maður festist í Já, en ég hef aldrei dottið inn í svona raunveruleika ég held ég erfitt með þetta Já. Þú þarft nefnilega sko, þú verður að sjá sko The Joe Smo Show Það er, ég er búin að segja Ég er búin að googla þetta svolítið eftir að segja mér þetta Segðu áhörundum að sá þessu Sko, þetta er 3 seríur hérna og þetta er framleitt einhvern mann kringum 2000 upp úr 2000 og það er sem sagt fólki sem er boðið að taka þátt í raunveruleika þáttum sem gerast á svona sveitasetri og hérna og síðan sækir fólk að komast í þetta og fer í pröfur og svona og það er valinn einn sem er hérna en hann er bara eini sem er heldur hann sé raunveruleika þetta Allir hinn eru leikarar Öll hinn eru leikarar og síðan er bara verið að spila með viðkomandi og það verið að búa til svona tvist og hérna Komunum við vesen Já, komunum við vesen og búa til sko það er eins og einni seríunni þar er sko þar er svarturstrákur sem að sko er alltaf hoppandi þannig fyrir utan á sundskílu með flugdreka mjög skrítið sko sem sagt hann selst áhuga mál og hann fyrir að vingast við sem sagt og hann, þessi sem eini sem er hann er Joe Smo hann er Joe Smo og hérna hann fyrir að vingast við Joe Smo og trúir honum síðan fyrir því að hann sé gay og hérna og hann sé farin að kvíða fyrir því að hann muni hugsanlega vinna þessa keppni sem sagt og þá komið það í ljós að hann sé gay og þannig frétti fjölskyldan að þessu hann veit ekkert hvað hann á að gera og eitthvað svona og þessi strákur er svo góður sko, og hann bara bakkar hann upp og bara hérna, en svo biður hann að segja ekki neinum frá þessu sko og þegar þau eru búin að gera þetta bíða þau nokkra daga þá kemur sem sagt stelpa til Joe Smo sem segir við hann hérna þú og hann strákur hérna með flugdrekan þeir eru svo góði vinnir já, við erum mjög góði vinnir og svona já, ég er bara svolítið skotin í honum það er að planta hindrun já, og hérna, getur þú ekki komið einhverju til leiðar, getur þú ekki eitthvað ég getur náttúrulega þetta búa til svona opbóðslega óþægindi og svo verður að vera með fólk sem að gengur ekki alveg heilt leikarar er að hérna, þykjast ekki ganga alveg á öllum sko og það er í einni seríunni er heyrnarlaus stúlka sem er ekki heyrnarlaus, hún er leikons heyrnarlaus til þess að búa til óþægindi og spennu og vandræðagang fyrir Joe Smo já. Og svo er þetta verið að skrifa þetta bara jafnóðum sko. Þetta er, og það voru gerðar 3 seríur ég þarf að tjekka þessu það eru hver annari betur, þetta er alveg stórkostlegt stöf sko. Ég tjekkaði á hérna, þú sagði mér fara á White Lotus daginn Já, það er stórkostlegt Ég var að klára seríunni bara í gær þessi ekki magna Hún er æðisleg Sko, senan, þegar hún er að dreifa ösku móður sinnar Grenjandi þarna og þegar þau halda þessi á einhverju svona romantísku deiti hann er loksins að reyna að rífa sig upp að þessi leiðinda pjessi Ég er ekki grínast, ég satt heima og ég veina ég bara grét, hann leikur þetta svo vel sá sem er pirraður og hún náttúrulega sem að var í Friends Monica Darling, hérna man aldrei hvað leikonun heitir er ógæslega fyndin hann Stifler's Mom ég hérna, þú veist þetta er líka, mér finnst þetta bara að vera á svo ógæslega skemmtilegri línu í drama grín þetta er bara stórkostlegt en allavega það var slúrið að pappin fekk eistnakrabba minnið sko, mér fannst það bara það var bara skoða sér eistun fyrir samrætta trúa sínum fyrir svona, mér fannst þetta bara æðislegt til að gera langa sögur stutta þá er Kim Kardashian hætt að fylgja Miley Cyrus á Instagram því að henni fannst hún vera að reyna við kærasta sinn Pete Davidson áramótin Ekki merkilega það það er bara unfollow, hún er ekki að blokka hana ekki blokka, bara unfollow það er bara unfollow hann að Miley og Kim þær eru ekki þær munu patch things up þetta var slúðupakki dagsins sem fór svona allt aðra leið en öðru sem skemmtilegur það er líka föstudagur það er föstudagur, það er hárið að við skuldum auðlýsingar og svo ætlum við fyrsta klefa dagsins FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957 og við erum í klefanum góða við ákvæðum að nýta legendi Jón Gnarr hans í klefan, hann er 2 klefar í dag og þetta er nú bara sko, þetta er fastu liður þetta höfum við alltaf gert á 9 ári þetta er reyndar hittir að þannig á núna það er 7. janúar sem gerir þetta kannski aðeins af því að þetta er gamla góð, ég hef ekki farið í sturtu senni fyrra við verðum að gera þetta en núna er liðin vika þá það er hálógislegt þú veist það er bara þannig en maður er ekki farið í sturtu senni fyrra
Ok, ekki það, ég farið í sturtu. Ég var ekki að gera Þú lítið. sjálfur? Já, Við vonum að fólk sé búið að þó sér síðan í fyrra. Já, eða baða sig eða eitthvað. Ég fer aldrei í sturtu. Bara bað. Já, ef ég kemst hjá því sko, ef ég fer í sund eða eitthvað svona, þá þarf ég að fara í sturtu sko. Já. Annars fer ég aldrei í sturtu. En hvernig ertu að þrífa þig bara í baði? Baði. Já, ég er svona baðmaður. Ég get ekki háaðin á sturtu tröfla mig svo. Alltaf eins og einhverju úrhellisrigningu eitthvað staðar. Þannig að þið næri ekki að líða vel? Nei, ég næri ekki að slaka á. Mér finnst ég bara að vera eitthvað staðar úti í rigningu sko. Þú þarft að vera með gott baðkar. Já. Það er ég vanda til baðkara. En setur í það svona bublur? Já, bublur. Nei, ég geri það nú ekki sko. Sápukúlu, svona kúlu, baðkúlu? Nei, mér leiðist það. Ég set stundum salt ef það er svona til, gefur svona góða lykt sko. Ertu með kerti og eitthvað svona, eða er þetta bara þetta aðtöfn? Nei, þú fær bara basically til að þrífa þig. Ekki kerti, nei, ég er með tölvuna mína, ég er með síman minn og ég nota bað til dæmis sko alveg svakalega mikið til að læra texta ef ég er að fara að leika eitthvað þá líka þá tek ég ekki tölvuna með mér, þá er ég bara með textan ég er onni í baði og ég kemst ekki, ég hef enga afsökun, ég get ekki ég þarf að hringi þeim alltaf af því ég alltaf afsaka mig frá því mér finnst það svo leiðilegt að læra textan. Ég hef alltaf notað voice memo og les hina línurnar sem sagt hjá mótleikara. Svo er ég bara með það svona spilandi og með það í bílnum og svona með það með mér. Já, þetta er brilljant. Það er mjög þægilegt. Þetta er brilljant. Þannig að það bara líður og ef þú manst ekki eitthvað þá bara kemur næsta setning og þá getur þú glöggvaði á því og kíkt í sko. Ég var að koma að staði sko, því nú er ég að leika í leikriti það voru að spura mig hvaða aðferð ég notaði til að muna texta og ég fór að pæli því, aldrei pælt í þessu og það er kæruleysi, panikatakk það er alveg, þannig læri ég alltaf texta ekkert mál, ég kann þetta svo allt í hún fatta, ég kann þetta ekki þá fæ ég svona panikatakk er andvaka alveg heila nótt og bara svitna og er að lesa þetta heyrðu, svo bara finn ég daginn eftir og bara, wow, fuck, ég er alveg búin að ná þessu kæruleysi en svo er líka bara nóg, þú veist, ef þetta er ekki einhver alveg mega krúsja lína ef það er bara eitthvað sem segir það sama þú veist, ef það er bara ef maður bara hlustar bara vel í senunni sko. Nei, en ég meina ég er að æfa núna sko skuggasvein og hann talar ógeðslega mikið og allt sem hann segir á að vera krúsjál vegna þess að þetta er oft svona setningar sem fólk man eftir sko. Þannig ég kemst ekki upp með að gera eitthvað svipað Nei, þú þarf að vera með nákvæmlega Þetta er ekki skuggasveit sem maður er að tala Þetta er bara knarrina, impró eitthvað fælu Er það ekki freistandi samt að búa til bara einhverja algjöra bull rullaðin inn í þetta? Jú, þú veist, og kannski ger ég það skilur, hitta leiksinn sko. Koma kannski til að skuggasveit kemur aukt mann inn á sviðið og segja þá, hvað er í gangi hér? Eitthvað svona allir bara hann er búin að tapa sér og eitthvað, við verðum að fara að slátra þessum sauðum og hver á að gera það? Á ég að gera það? Bara svona fá hlátur sko. Þess að kýta Ég var svo að lappa aftur að sviðinu þau voru ánægð með þetta Það er tilbúin í Vil þú byrja? Ég senni fyrra Ég byrja, þú byrja Jón byrja Jón, þú mátt byrja þetta Já, er það ekki eitt nafn þá? Það er Kjartan Það er Kjartan Ætlum að hringja í Kjartanu? Já, og Ert þú bara Baldur? Ert þú ekki bara Baldur? Já Halló Já, blessaður Kjartan, þetta er Baldur koni hérna, heyrðu ég var að fatta það bara í morgun ég er ekki búin að fara í sturtu bara síðan í fyrra sko Þú eru ímyndaðir Hver ert þú? Kjartan Hæ? Ertu ekki Kjartan? Jú Já, blessaður, Baldur koni hérna já, ég ætlaði bara að segja þér þetta með sturtuna, ég er ekki búin að fyrir sturtu síðan í fyrra og ég er bara allur annar sko. Hver ert þú, segir við? Þurrkablettirni sem ég var að sýna þér sem ég var með á olbónum og þetta hreistur sem ég var með í hnésbótinni þetta er bara farið ég er ekki búin að fara í sturtu síðan þetta hefur verið bara milli jól og nýjár sko
og ég get alveg sagt það í dag, ég er ekki búin að fara í sturtu síðan í fyrra sko og líður mig vel, já, mér líður frábærlega og og bara mæli með þessu við alla, þess vegna ég er búin að vera að ringi ykkur strákana og líka því að þetta var nú svona ákveðið veðmál, þú hafði nú efasemdur þetta sjálfur Halló Halló er eitthvað lélegt samband Halló, Kjartan minn Það var svo lengi að skella á Sko ég held að það heist í mér þó ég verður búin að lækja mækvæmni Shit, hvað það fyndi maður Það er brensað þérst þetta Já, ég er til í þetta Ég er bara Ég er líka út af veðmálinu Út af veðmálinu Hvaðan kom það? Út af veðmálinu mastu þú það nú Það er rétt fyrir þér Ef að sendur þetta á sínu tíma Ég er rétt fyrir það Þessi tilmálstættir Já, ég skal vera mjög barnalegu bara Ég fer beint í brandarann Já, er þetta Kjartan? Já, hann Sæll og blessaður Heyrðu, ég var nú að ringi og láta þið vita þessu maður. Ég er búin að vinna með eitt koncept Ég fór síðast í sturtu í 30. desember Þannig að ég er ekki búin að fara í sturtu á þessu ári Þannig að Hver er þú? Kjartan Þannig að ég hef ekki farið í sturtu sér í fyrra Hver er maðurinn? Þetta er Kjartan Þetta er Kjartan nafni Já, ég hef ekki farið í sturtu sér í fyrra Það var en svona því ég spá í það er 7. Það var það lókislegt Ég þarf að fara að baða mig Ég er bara að klára þennan brandarann Ég er að hringja svona í strákana Það er ekki bara feskur Kjartan Já Er það ekki bara feskur? Jú Ég þarf í bað reglulega Hefur þú? Já Já, ég var nú bara svona þetta var nú bara svona brandari Ég sleppti að fara í sturtu núna þessari viku, svo ég geti hringt í og sagt ég hef ekki farið í sturt sinni fyrra Það er bara svona hjá mér Já Hvað er verið að gera? Það er ekkert verið að gera Ekki? Nei Heyrðu Já Svo ég ekki teltur farið að gúka sinni fyrra búin að halda í mér síðast þegar ég fór á klósetu það var í fyrra Þannig fór hann yndislegur endir á Ég var það að losa mig við á línunni Hann var ekkert að fara Hann var ekkert að fara Hann var bara heima maður, bara slakur Hann var að googla Kjartan á Facebook Tjekka, hvað er Kjartan þekki Hvaða nafn er þetta? Honum fannst þetta ekki fyndið Þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 í boði Túborg, Keiluhallarinnar og Slippfélagsins Maður er greinlega pínu ryðgar á nýja ári því ég byrjaði að setja vitlausan klefa í gangan Hvað settir í gang? Fyrirgeðið með það, ég setti einhvern gamlan klefa með okkur en ég reynda að svissa bara en leiðu heyrða En það eru fleiri klefar eftir og það er eitthvað eitt þegar við vorum að ræða á hann hérna Jón, við steindi, þú erum að fara hérna yfir þáttinn að okkur var svo gaman, við sáum á þér í hádeginu, þú hefur ennþá svo gaman að því að syngja og fíblast í fólki Þetta er með því skemmtilega sem ég geri sko. Og það var einhvern veginn svona hugræsindi fyrir okkur því að Steindi orðaði þetta heldur fallega ætlum að bara vaxi aldrei upp úr þessu verður þetta alltaf gaman Ég hugsaði sko, þú veist, það væri að því að við höfum ennþá svo gaman að þið sjálfur Þú veist Sérstaklega þegar maður finnur að símtalið er og maður veit alveg hvernig þú ert komið með og það er ennþá skemmtilega að vera hérna inn í klefanum að taka ykkur síma og gera eitthvað rugl það er ennþá skemmtilega þegar þú ert með einhverjum sem finnst það jafn skemmtilegt og þér og þú veist, maður er svona allir þú veist, einhvern veginn að ít undir þetta hjá hver öðrum og svona og ég fór að hugsa, þú veist, ef þetta er ekki búið að eldast af manni núna þá mun það örugglega ekki gerast Nei, mér finnst sko mér finnst alltaf óbúslega skemmtilegt að ringja í eitthvað ókunnugt fólk og reyna að halda því á snakki eins lengi mögulega get eins óáhugaverða hluti og hægt er og þetta er bara einhvern veginn þegar ég rifja upp svona og hlægi alltaf með sjálfu mér sko því að finnst það svo gaman En gerur síma
off-air eða off-camera, bara heima Nei, meinar bara svona sjálfur Hefur verið upp í sófa og svona, veistu það, mér langarlega bara núna að ringja þessi eitthvað Nei, það finnst mér sem skrítið Ég hef gert það sko Já, Steindi er svolítið einn í því sko En þú veist, ekki kannski aleit, þú veist, ég er oftast á með einhverjum Þú veist, ég verðum kannski segjum að maður sé að horfa á eitthvað eða við erum bara eitthvað, maður er að chilla Hvað, þá konaði með þér í svo börnin? Ég hef hringt sko einhvern tíma svona meira þá svona til að svona aðeins að djóka í henni eða þú veist, hún hafði ekki gaman að því allt í henni var einhver á línunni og ég fór eitthvað svona þá var hún bara svona, hvað er þetta að gera? Bara gera harkur svona Já, en þetta er meira svona ef ég er kannski í bíltúr, þú veist, ef ég og félagin minn og að fara í bíó að fá okkur ís að gera eitthvað og þá ringi ég kannski á leiðin í bíó eða eftir bíó, ég hef ekki að ringja og Það finnst mér stórfurðulegt en ég þekki þið ágætlega og vissi að þessu stundin við ætlum að fara núna í dagskalið sem heitir þekki eða ekki og Jón, þetta, ég var að útskýra þetta aðeins fyrir aðan ég spyr ykkur, ég ætla að hafa bara 3 spurningar í dag, oftast þeirra 4 þrennu, ég byrja bara Steindi, ég hendi þið bara fram fyrst Já, ok Þannig að nú fer bara Jón fyrir djúbulöðina Já, nú fer Steindi fram og ég spyr þig spurningar, þú svarar bara hreinskilið segir satt svo kemur Steindin og hann svarar satt og svo eigi að reyna að giska hvað hinn sagði svona létt keppnin aðalega bara svona aðeins að kynast ykkur Ert þú tilbúinn? Já, eins tilbúinn og ég verð Þá er það bara fyrsta spurning hvað þið mest í taugarnar er, Jón? Mest í taugarnar á mér persónulega Ég held að það sé svona hvernig fólk keyrir Já, það er fólki umferð Já. Það er, ef það er eitthvað svona sem við beint inn í kjarnan á taugakerfinu á mér í mænun á mér þá er það sem sagt, og ég tala við fólk sem sagt, sem að er að fara að beygja til vinstri og fer á hægri akrin og beygir af hægri akrin til vinstri og sérstaklega gefur ekki stefnuljós og ég sé hvað er þetta að gera, farðu átt að beygja til vinstri farðu til vinstri En hefur svona sett hnefa eða putta eða passaði kannski þjóðþöktur einstaklingur? Ég gerði það ekki, ég gerði einu sinni á Suðurgötunni, það er náttúrulega langt síðan og tók ég fram úr mjög gamlu manni sem var að keyra á þetta það bil 10 km hraða á Suðurgötunni ég tók fram úr honum og lá á flautunni allan tíman ég held að það var þurft að setja hann bara nýjan gangráð eða eitthvað ég held hann bara og ég var með móral út af þessi bara langan tíma á eftir en nú er þessi maður öðvitað langu dáinn og ég þarf ekkert að fá ekki þessum Þú verður road rage Er þetta bara svona fyrir taugarnar? Ég missa ekki stjórn á mér Ég skilði, Þá var það næsta og hérna er ég mjög forvitin að heyra svarið Hvað er að þínu mati fyndnasta sem þú gert á ferlinn? Fyndnasta? Svona mennaru bara helt á litið Já sko, ég ætla að hafa þetta tvend atriði og sería Ég meina, sería þú mátt segja, þú mátt segja ég raunin hvað sem er, bara ef það er eitthvað eitt atrið sem kemur upp í hugan og svo kannski Já, það er eitt atriði sem að mér finnst alltaf ógeðslega fyndið það er í dagvaktinni og það er þegar að Georg Bjartfreðarsson fær Ólaf Ragnar til að syngja afmælisöngin fyrir hérna strákin sem er út að borða með fórustum sínum ég fer alltaf sem sagt hann á afmæli í dag hann er 20 í dag þessi strákur hérna ég fer alltaf að hlæja þetta kemur stundum upp svona oft tengt einhverjum ammælum einhver að spila þetta það hlæri enginn jafn mikið og ég sko. Já, þetta er bara svona þitt uppáhaldsatriði Já. En hvað heldur að sé, ég er búin að skrifa það ammælisengurinn í dagvakt, en hvað heldur að sé svona, hvað atrið er oftast að rifja upp svona þegar þú hittir fólk, hvað er þegar ég hitti fólk af endalaus að taka þú veist, þetta var mikið eitthvað fóstbræður mikið stöf sem að ég er búin að gleyma ég man ekkert eftir þessu og og þetta er orðið til mest þannig ef að ég röfl út af einhverju sem að þarf að gera alltaf á Twitter það er bara yfirleitt fyrsta, annað eða þriðja komment, hver á að gera það? Á ég að gera það? Og ég veit að mér að segja ég á ekki að vera að spurja einhverju sem sagt að ég fæ þetta svar alltaf sko og þetta verður einhvern veginn arfleð mín held ég þetta verður á leggsteinunum mín hver á að gera það? Hver á að gera það? Ég að gera það
og mér fannst þetta til dæmis ekkit rosalega fyndið, jú, mér fannst það nú reyndar alltaf banki opnunum, en ef það er eitthvað svona sko, mér finnst bara opbóðslega erfitt að gera upp á milli sko, að því að þetta byggir líka á svo mikilli dýnamík og tengslum og svona tíðaranda mér fannst sko, sem sagt sko, þegar ég var að gera fóstbræður, þegar við vorum að gera fóstbræður, þá leið mér svolítið svona eins og Blues Brothers, þú veist, on a mission from God. Mér fannst vera einhver heilagur tilgangur með því sem vorum að gera. Þessu gríni. Já, og mér fannst sko einhver æðri tilgangur og ég vera verkfæri æðri máttarvalda og mér leið óbáslega vel og ég var svo gladur með þetta allt sko og er mér stoltur af því kannski ef ég á að segja einhverja svona seríu eða eitthvað þá er náttúrulega næturvaktinn sko. Ég það er erfitt að horfa fram hjá henni. Já, mér fannst það ógeðslega gaman og sko Georg Bjarnfreðarsson finnst mér þess að fyndin típa. En þú sagði mér einhvern veginn að þú varst orðin mjög, þið fannst erfitt að því að þú fórst með hann heim alltaf og... Já, ég var náttúrulega, ég rakka á mér hárið og af með skeggið, þannig að ég var alltaf Georg Bjarnfreðarsson sko. og og þetta var svona já, þetta var svona ákveðið tímabil sem ég fór í gegnum sko og ég er ákaflega sáttur við næturvaktina sko. Getur þú séð fyrir að taka aðra vakt? Já sko, aðra vaktaseríu? Já, það var að koma upp sko, sem sagt, hefur komið upp hugmyndin, þú veist, með læknavaktina þar sem að Daniel er orðin læknir og er búin að opna svona eitthvað prívatklinik og ræður og Georg sem húsvörð og Ólaf sem ritara eða eitthvað sko. Og sem sagt og Ólafur að breiðja ykkur ormalif og sem lækningu við COVID og svona og það er svona til í það. Já, nei, en sko þú veist, þetta er náttúrulega flókið og snúið í alla staði sko. Já, það er að gera 4. seríu minnur. Já, þetta er allt snúið sko. Já, það er þannig. Kostar allt saman þá er það síðasta spurningin hvað finnst konuðinni mesta turn-offið í þínu fari? Hvað finnst henni sko, það er nú svo margt mér finnst ofsalega þægilegt að setja hluti á ábyrjandi staði því annars gleymi ég þeim. Ég er náttúrulega sko gríðarlega mikið ADHD sem sagt ef ég er að koma með þvott úr vél í staðin fyrir að setja það einhvern inn í herbergi þá setja það á sófan því annars gleymi ég þessu bara svo ætla ég að fá mig kaffi og ætla aðeins að gera eitthvað og svo ætla ég að ganga frá þessu og þetta fyrir óstjórnlegu töðanar á sem sagt okkur setur, og þetta er ekki bara hreitt þvottur, ég tek líka óhreinan þvott og set hann á sófan semst í miðri stofunni svo á ég það til að gleyma semst óhreinum þvotti og þetta fer afskaplega mikið í töðunar á henni og annað semst það er náttúrulega mörg að taka sko, þetta verður mér alltaf jafn mikið undrunarefni hvað þetta pirrar hann, ég segi ég er að setja þetta þannig ég muni, en ég er að fara með þetta í vél já, en þú þarft ekki að setja þetta á miðja, þú veist, hvað ef að koma ykkur í gestir og bara óhrein nærföt upp í miður sófasetti já, en annars gleymi ég þessu og þetta sko, en ég held samt sko það sem fyrir einlæglega mest svona það er sko ég er svo uppfullur eða ég á svo stutt í sjálfsvorkun sko. Mikla sjálfsvorkun og hún hefur sagt við mig sko
þú ert svo uppfullur af sjálfsvorkun, er ekki svona hægt að finna til með þér þú finnur svo mikið til með þér sjálfur og þá líður mér ekki vel. Nei. Og og þá veit ég að ég er á einhverju rángri leið. Ég ætla að hafa þetta bæði, þvottur í stofunni og sjálfsvorkun, ef það Steindi giskar annarkvort að færa rétt. Þannig að nú mátt þú fara fram og skipta við Steinda. Hún spyrir Steinda að sömu spurning. Já, okay. Þetta var veisla. Gef með Steindi þetta inn í staðinn. Hann þekkir nú reglur. Jæja, velkomin. Herðu, svakalegt partí frammi maður. Já, ég er svo fáur hérna. Já, það var enginn, það er bara ég og Þorgeir Ástvalds. Já, það er allir í sótkví eða með COVID eitthvað, það er enginn í vinnunni. Nei, hann er á bylginu núna með þátt. Já, og af því að það er allir veikir. Já, síðdeis og málið er að hann var greinilega eitthvað tónlist hjá honum en við vorum bara frammi og fengum okkur kaffi og fórum með stöðuna. Það er vel gert. Ég er ekki að setja þetta með Jóni í 2 tíma bara það að hann var að ræða eða heyri spurningun eftir. Ja, þeir voru líka svo lengi. Ég vissi að þið eru örugglega komnir bara okkur flug. Ég var að hugsa jafnvel bara að fara að keyra heim. Sorry með það. Nei, ekkert sorry. Fyrsta spurning, Steindi, hvað fer mest í taugarnar á þessum? Þú ert náttúrulega vanur reglum og þó tala stundum hægt að þá tala Jónan með lengri. Já, því að Jón var svo lengi og ég þá að drífa mig. Nei, ekki segja það. Ég skal vera snöggur, ég veit þetta alveg. Ég þarf ekki að velta steinum minna. Það er leti, metnaðarleysi. Metnaðarleysi. Ég þól ekki þannig, eða leti, skilja. Þetta er ekki alveg sama. Nei, því að maður er oft sjálfur latur. Já, það þýr ekki endur að setja metnaðarleysi. Metnaðarleysi. Já. Þá er það næsta. Þetta er þetta, ég fíla að spyrja þessum. Ég finnst yndislegt að spyrja Jón Gnarr þessu líka. En þetta er eitthvað sem við höfum ekki eins og rætt. Hvað er að þínu mati það fyndnasta sem þú hefur gert á ferlinn? Og ég skrifa hérna sería eða atrið, það má segja svona bæði og Já. Hvað atrið kemur upp í hugan og hvað svona sería. En ég gæti sagt FNÍ fyrir blöð. Já, alveg svo ég sagði við hann bara, þú getur alveg sagt tvíhöfði. Já. Sko, við langar að segja Steindin okkar af því að svona þar byrjaði þetta og þú veist, manni þykir alltaf væntu það. Já, það er mjög fallegt svar. Já, en atriði það geti verið mjög erfitt að finna eitthvað sérstakt atriði sem er í svona eitthvað svona sem er í aðal sko, en að, þú sko, ég ætla að segja hvað? Ég ætla að segja atriði úr samt annar serju. Af því að við var að detta í hug. Ég ætla að segja það er úr asíska draumnum þegar kona var að lemja okkur. Já, það var stórkostlegt. Ég veit ekki eins og hvað, við áttum að fara í ykkur svona fegurar aðgerð án þess að fara undir hnífinn. Já, taka hrukkur og hún fór að kýla okkur og allstaðar og lemja okkur og það var málega, ég held að við líka bara verið það var svona óvænt og það var við höfðum svo bara mannst eftir þegar við löpum þetta út, við dóum að hlátur, hvað gerðist það inn? Ég líka sko, ég held ég að hann voru búin að segja það eitthvað mann með þess að í fjölmiðlum að þegar hún var búin, hún tók mig fyrst við brásó þegar hún barði mig að þetta var vond, þetta var ekki eitthvað við að leika, þetta var alveg högg hjá henni. Já, ég sá það alveg. Ég fór á kvíslaðin, herru, getur þú tekið 50% harðar á honum? Já, mig grunnaði líka. En það eru örgulega líka mörg atriði, en þú sem er í miklu uppáldi, en ég ætla að segja þetta bara núna, svo er ég örgulega bara að segja eitthvað nýtt senna. Já, þetta er bara hvað kemur upp í hugan. Svo er það síðasta, hvað er svona mesta turn-offið í þínu fari að mati konuðinnar? Eða svona hvað finnst konuðinni mesta turn-offið? Við mig? Já. Það er þegar ég bóri nefið. Já, ég ætla bara að segja það. Við erum hreinskilin í það. Ertu mikið á því? Nei, sko ekki getur það? Nei, bara, hvað heldur ég segja einsásett? Hvað heldur ég segja geta hór? Ertu vitlaus? Þetta kom svo hratt upp. Það gerir það enginn helvitis fullanum maður. Nei. Ég vona ekki. Herru, en hérna, nei, það sem sko ég ger það ekki, þú veist ég bóra ekki mikið í nefið. Nú er ég að segja satt. Já. En ég er það kemur greinlega fyrir. Þetta kom bara strax upp í augun. Nei, en málega, blöð. Nú ég ætla bara að vona hún sé að hlusta á þetta. Af því að ég er mikið að bykta í nefin á mér. Og að segja okkur að það er. Stundum er ég að bóra í nefið. Þú veist. Eins og gengur að gerist. Og ég er ekkert meira en venjulegu maður gerir. En yfirleitt 90% af tímanum þegar ég er oft svona út af því að þegar við vorum í evrópsku draumum. Nú ætla ég að segja nefnilega sanna sögu þegar þá fekk ég hring í nefið og úr því þá
þá kom ég með brjósk inn í nefn ég er að segja þess að akkur ætti ég að vera að ljúga þessu eftir að við tók hann úr þá, þú veist, þá hefur þetta gróið þannig eða eitthvað ég er með svona brjósk svona, ég kalli það stundum hórskúffu og þetta er inn í nefnu og ég er stundum bara svona að fikti þessu þetta er svona skilur, þetta er svona eins og hnúður ég held að hórskúffa sé eitt ógeðslega það sem hún sagt þetta er ekki, þú veist já, en ég er yfirleitt að fikti því að þú veist, ég er með svona inn í nefnu skilur svona mjög framalega þannig að ég stundum svona í dýta en stundum er ég náttúrulega eins og allir aðri svona Bóri nefið en henni finnst það alveg mesta törnum og ég er ekki heisa líka, ég ætla að hvistla þér það nei, ok, ég segi þetta bara eftir, ég er búin að segja svarið ég ætla að segja annars samt bæti einu við hann bæti við þetta af hverju vil ég það samt? Ég veit ekki það er hræðilegt að vera að gera það þú heimtar að fá að segja frá fleiri ég skal samt segja frá því eftir ég ger það bara herðu, Jón, þá voruð þið báðir búin að svara okay. og nú getið þið fengið stig eða giski á rétti á hinnum þannig að ég ætla að byrja að spyrja þig getur maður unnið eitthvað? Já, það er eitthvað velun og getur unnið hérna kassa af Túborg fyrsta spurningin er hvað fyrir mest í töðunar, hvað heldur að Steindi hafi svarað þar, Jón? Mest í töðunar á mér hvað heldur að fara mest í töðunar á Steinda? Fólk sem er óstundvist það var í skrítið það var skot á mig nei, en samt hann sagði metnaðleysi fyrir mest í töðunar það er mjög nálægt það er reyndar, já ok, það var svona í þann knérun sem ég var að höggva sko. já, ég get ekki gefið stig fyrir þetta samt en ætla óstundið sem sé samt ekki svona einn af, þú veist skilur við, þú veist, ef þetta er teiningur einn af hliðunum á metnaðleysi er eitthvað óstundis ég myndi sko ég myndi aldrei kalla þig metnaðleysan en þú er mjög óstundis ég segja sko, einmitt, leti það er til að æran sko leti það verið rétt ég sagði leti eða metnaðleysi og svona helst í hendur en Steindi, hvað fyrir mest í töðunar á Jóni heldurum? Sko, nú þekki ég Jón bara ágætlega og hef heyrt hann bölva hér á þessu fyrir gegnum tíðina og ég ætla að segja að sem fyrir mest í töðunar honum sé músík nei, það er ekki rétt en er það ekki samt að fyrir töðunar það er reyndar rétt sko. það er fólk í umferðinni sem getur farið mest í töðunar það fer óstjórnlega ef ég er út að borða og kemur einhver maður og fyrir að glamra á gítar mér langar svo bara please getur við fengið að brjóta gítarinn en hérna, hlaði þér út ég hef ekki sagt með þetta Jón var náttúrulega leigubílstjóri þetta hefur farið vel í töðun þetta hefur byrjað þar kannski ég veit það ekki það var þetta tilgang það var ekki að keyra, fólk vildi hlusta á eitthvað allt í lagi ástu til, já ég spurði Steinda ég ætla að taka núna Steindi, þú svarar Jón fyrst hvað er það fyndnast en þess Jón hefur gert á ferlunum og ef þú giskar á atriði eða bara seríu eða eitthvað þá færðu rétt þannig að þú getur fengið 2 stig hérna þetta er sko þess að ég sagði, það er nóg að taka hana já, og það er nefnilega svolítið mikið þannig sko í fljótu, þú veist þetta eru 3, ég ætla að giska að segja komið 3 til greina og ég myndi segja að væri tvíhöfði bæði útvarpið eða þættirnir það voru 2 þættir fósbræður eða vaktirnar ég ætla að segja sagan seríu eða sagan atriði má ég fá vísbendingu? Hann sagði bara, ef þú svarar seríu þá færðu rétt já ég ætla að segja fósbræður það var nætuvaktin það var vaktin en þú mynd aldrei geta giska á atrið hans ég lofaði því í vaktinni uppáhalds atrið hans var afmælisöngurinn í dagvaktinni þess að hann fær Pétur til að syngja hana afmælisöngurinn ég þarf að hann á afmæl var ekki bara þetta var ekki rétt lag horfa aftur að dagvaktinni algjör rytmin í rugli þá spyr ég Jón, hvað er að Steindamatið það finnast það sem hann hefur gert að verðlun Steindin okkar það er rétt Jón er komið fórustu en ég hættir að sama ég varst að geta ekki sko atrið en hvað heldur þessi finnast atrið hans mæti Jón man ekkert eftir því öll. Jú, ég er ekki eins og við skort hann að séð hvað hérna Jú, hefur ekki séð það Steindan en þetta atrið er ekki Steindan nei, þetta er ekki Steindan þetta atrið ok já, við sögum honum
Já, ég ætla að segja þarna Father Thug. Já, það þegar að konan var að berja okkur í asíska draumnum. Reyndar faðir þau ekki miklu. Já, ég hef ekki að segja það. Nei, það sem sagt, þetta átti að vera eitthvað feðrunar aðgerð sem við fórum í hérna í Asíu. Við sem ekkert hvað að labba í, hún byrjaði bara að berja okkur í andlitið og bakið og rassinn og axlirnar og hræðilegt. Reyndar gætar alveg gefa hann líka rétt fyrir faðir þau, sko. Já, hann komist ykkur, það var síðasta. Jón, ég ætla að byrja að spyrja þig. Hvað heldur að sé mesta turn-offið hjá konuna Steinda í hans fari? Sem sagt hvaðan ég myndi hvaðan absent. Hann absent það þegar hann að búra í nefið sem hálfókisett. Já, svona þykast að hlusta en að hugsa eitthvað og svona horfandi. Já, það fyrir rosalega tóðan líka. Það bara eftir að hlusta. Já. Það enda bara mjög leiðilegt þegar maður lendir í því sjálfur. En málega það maður finnur einhver ekki að hlusta á sig. En veistu hvað? Yfirleitt ég að hugsa eitthvað annað þegar fólk að tala um mig. En ég samt líka að hlusta. Ég bara að gera tvennt. Það nóg í gangi. Já, en veistu hvað? En það fyrir líka rosalega tóðan á henni. Hún á rosalegri tánaglavakt á mér. Það tánaglunar á þér rótnar ógislegar. Nei, hún leifir því samt eiginlega ekkert að gera, að því að leið og hún vaktar þetta, hún rekur mig inn á bað til að klippa tánaglu, Ok, en hvað heldur þú að svara hjá Jóni Gnarr hafi verið við sömu spurningu? Hvað finnst hann sagði að það verið nóg turn-off. Ég held að sé þá þetta finnst mér bara, ég held að sé þegar mér finnst auðvitað við sig eða þú veist, þegar hann ekki að hlusta helviti gott, ég ætla ekki að elda það samt. Nei. Ég það svar. Já, turn-off. Já. Ég ætla að segja að sé þegar hann eitthvað svona smá að röfla út í eitt. Nei, það þvotturinn í stofunni eða sjálfsvorkun. Já, er það ekki það? Ég meina, þú veist, svona, það meinti ég kannski að hann væri hann væri kannski heima og væri svona fyrir mig þá verið Jón Gnarr sigurinn í þessari keppni og vannsterinn kassa af Túborg. Þú skuldar hann kassa, hefði ég fengið kassa af Túborg líka? Já, talandi að skulda, þá skuldum við auglýsingar fyrir löngu síðan og við ætlum að fara í þær og svo það, næsti klefi sem að kemur strax í kjölfarið. Á FM 957 við erum ekki beinni útsendingu núna því að við erum í klefunum góða, ég Steindi og Jón Gnarr. Já, hérna líður okkur öllum vel. Já, ég gott að vera og með gott kaffi. Já, þetta rosalega fint kaffi. Já, ég stoppa oft hérna Vótafónuhöllinni þegar ég að gera Suðurlandsbrautina bara til að ná mér í eitt góðan kaffi. Koma hlustundu minni grínu, þá var Jón Gnarr að segja þetta kaffi þetta væri viðbjóður. Já, þú veist, þetta svona smá bara dekkjavestæðis uppáhellingur það ekkert að nostra, þetta bara til að vakna. Þetta sama kaffið og næst eitthvað með Já, þetta nákvæmlega. Þetta sama blandan, þetta örgulega sami kaffibarþjóðnin sem gerir þetta. Það fáið sem vita, hann kemur upp frá Nestek og blandar það sé sami aðlið sem fer á milli og hellir upp á, þetta bara svona kinnhestur. Ég sittir með mönnum sem að geta að tala endalaust en ég ætla að fara í Nei, það nú yggjur Við ætlum að fara í, þetta liður Jón sem ég hlakka mikið til að heyra þig taka þátt í. Já, ég hlakka mikið til að vera með. Hann gengur út að segja leiðilega sögu. Svo gaman. Og við eitthvað, og þó að aðilinn byrja að segja, herri, ég þekki ekki, ég veit ekki hver sonuðin eða eitthvað svona, þá þarf þú alltaf að halda áfram með söguna. Já. Þannig ég að spæða, þú komið bara í staðin fyrir mig þannig að þið Steindi takkið þetta og Steindi, vilt þú þá ekki bara byrja þannig Jón heyrir svona aðeins út á hvað þetta gengur? Já, hvernig væri það? Já, það er ekkert mál. Við vorum það er náttúrulega jól og áramót. Já, þú ætlar að vinna með það? Já, vinna kannski með áramótin. Viltu konu eða kall? Það er bara mjög góð spurning. Hvað er svona, góðum eitthvað gott nafn Jón? Við fyrir bara já.is, þetta ekki flókn meira en það. Hannes. Já. Hannes er bara rock solid, heiðalegt íslenskt nafn. Ég lendi á Hannesi Málara. Ég var að vinna þar í 5 ár. Já, svo er náttúrulega Hannes leikstjóri líka. Ertu tilbúin með þína sögu? Nei, ekki alveg. Ég ætla bara svona, hún mála að vera leiðileg líka. Já, bara wing it. Já.
En mér finnst ekkert ólíklegt að verði svona alls konar í henni bara. Verður smárið þarna? Já, smári litli geta að vera að lendi í ykkur vesinni bara. Ég held að það sé bara svona almennt smári að lendi í rugli og gamlós. Okay. Er það ekki? Það er bara mjög gott. Ég vil ekki gaman að þessu. Já, blessaður Hannes, Árni, Sigvaldi Ágústson hérna. Hvað segirðu? Bitte aðeins ég það. Hæ? Já, bitte, hvað segirðu? Ertu í headsetinu? Hvað segirðu? Varstu að tengja í bílinn? Ég var bara á traktornum og heyrði ekki í þér. Hvað segirðu? Á traktornum? Ég var á traktornum og heyrði ekki í þér. Já, nákvæmlega, heyrðu, ég var eiginlega að hringi í þig maður. Þetta varðar hann Smára litla, minn, guttan. Hann Smára litla, hann var að lendi svo leiðilegu núna hérna á 13. og vorum að sprengja burt jólin. Hann tók utan bliss og fekk svona söðusára inn í lóan. Já. Það var ríkalega sárt sko. Þetta var mjög skemmtilegt sko. Þú veist ekki skemmtilegt fattar þetta var astnalegt og leiðilegt en þetta var svona við keyptum tralla pakkan og hann var búinn að vera að skoða þetta strákur og svo kveikir hann í og grípur utan um þetta sko. Já, við settum höndina í kalt og svona alúera og sárin og hann nú allir að koma til hans Smári sko. Hann langaði yfir til hringi sko. Það er vita að þessu allavega. Býttu nú við. Smári, ég maður hérfi. Já, og hann sko málir, hann var búinn að skoða þetta allt og var mikið að svona innipluffi líka í pakkanum. Hann var búinn að sprengja þetta yfir blóminn og svona hafa svona skreita trið og svona. En síðan tekur hann upp stjörnuljósi og kveikir í þessu. Já, sem nú ekki frá sig færðinu með hann brennir sér strákurinn. Nei, greið. Já, en hann allir að koma til. Það er gott. Já, svo fekk hann líka póstur á skólanum, hann var komið njálg líka strákurinn. Já, hún er að ganga núna. Já, hann hefur það ágætt klæja bara stráknum, hún klæjar aðeins. Það er bara hann. Vitur það klæjar aðeins. Já. Þeir eru að gróa. Já, málið, nákvæmlega. En hann er búinn að vera mikið í skólanum núna sko, komin aftur, og skólanum bara byrjaði sko. Þeir eru byrjaðir? Já, þeir eru bara byrjaðir sko. En viltu langaðir eitthvað að heyra kannski aðeins í honum eða? Já, það er svo sem alltaf hann hafði ekki minn og ekki neitt. Nú, jú, hann þekki þig mjög vel. Hann Smári? Já, ég man ekki hvernig þetta er, ég er búin að gleyma svo margt. Nú, hann Smári litli, hann er svona, þú veist, ljósarur og... Já. Bara 7 ára gammal sko. Já. Viltu ekki tala við hann? Heyrði í honum? Heyri í honum. Hún finnst þetta svo gaman að heyri þér. Býtu, Smári? Smári minn, það er síminn til þín hérna, býtu. Þetta er hann Hannes. Já, halló. Hvað segir þau? Hæ? Nei, þetta er ekki Smári. Er þetta ekki Hannes? Jú, Hannes heiti ég. Hæ, Hannes minn, pabbi var að segja að ég ætti að tala við. Ekki sérstast, en það er ekki eini, þetta gengur allt vel. Já, það er ekki bara. Jú, það gengur ekki verið þér, þetta er mikið slæmur. Ég er bara brendur á hendinni. Má brendur á hendinni, ég tók þetta á ljósi, sko, stjörnuljósi. Já. Þá byrðir bara að heilsa þér núna. Já, svo segir pabbi líka að ég sé komið með orm. Það var vittlisa. Njálg. Meiri vittlisa. Það sagði bara eitt að taka töflu. Já, tekur bara töflu. Allt í lagi. Já. Er þetta ekki bara hress? Jú, ég er hress. Það er ekki, þetta er Smári hérna. Já, allt í lagi. Bless. Þú ert meðlegast í krakki sögum. Það er engin verður þú að leika krakka. Hvert átti ég að fara með þetta? Þú varst komin bara í eitthvað uppbyttið þarna. Herðu, málega hann var ekki... Var þetta góð maður? Þetta var, sko, hann var ekki að fara að skella á. Ég heyrði það. Nei. En mér finnst best líka þegar hann sagði bara, þetta er ekkert Smári. Hann sagði, þetta er ekkert Smári. Nei, það er ekki svo Smári sem ég þetta. Jón, vilt þú vinna með Hannes líka eða? Ég var að hugsa að vinna með, sko, barnaðamæli. Já, geggjað. Sem sagt, hérna, og... ekki að segja bara eitthvað svona skrítið nafn eins og Jósef hérna Jósef Kári sem sagt eitthvað svona nafn sem við myndum muna þekktir eitthvað nafn sem batsi þetta Jósef Kári og hérna
má vera njálgur líka hér Já, jólanjálgur sem sagt áramótanjálgur já, þannig að það er sko sem sagt ástæða þess að ég er að hringja í Hannes er svo að það kom upp njálgur hérna í hópnum bara krakkir hvað hefum að gera ég þarf svolítið að byrja leita ráða en líka segja honum hvað þetta var frábær dagur og hérna ok, bara sjá já, halló halló já, Kjartan Nei, Hannes já, blessaðu sæll heyrðu þetta er Kjartan hérna pappans Jósefs Kára ég hérna ætlaði svona bara að láta þið vita hvernig þetta fór já, þetta var ég fór náttúrulega með á þarna í þetta fór með allan hópinn þarna í þetta barnaland þarna eða hvað leikjalandið þarna niður í Skútuvogi eða hvað þetta heitir þarna Þú ert að hringja vitlaust Nei, ég ætlaði bara að segja þér sem sagt ég fór með krakkana þarna sem sagt þetta var meir en bara afmæli þetta var náttúrulega vinnir og einhverjir félagar með þeim og einhverjir sem er að æfa með þeim í einhverjum fótbolta og Þú ert að hringja vitlaust númer Nei, ég er bara að hringja í fólk sem tengist hópnum þetta var ágættu dagur sko þetta var fínt, við fórum hérna í Húsdýragarðinn fyrst og hérna Þú ert að hringja vitlaust númer við fórum í Húsdýragarðinn fyrst og Ég heiti Hannes Andrón og ég fór ekkert í Húsdýragarðinn ekki neitt Nei, ég veit það ég er náttúrulega ekki ég er bara að hringja, ég er pappans Jósefs Kára Ég veit ekkert hvað það er og ég veit ekkert hvað þú er Jósef er sonur minn og en Ég er frá Höfni Hornafirði, ég er ekki nálægt Reykjavík Nú, já en er ekki krakkarnir þetta fótboltalið er þetta ekki krakkar alls þar af landinu þetta er eitthvað svona ég þekki náttúrulega ekki allan hópinn sko ég þekki ekki allan hópinn þannig að ég hérna er nefnilega það kom upp njálgur í hópnum sko þannig ég þarf að láta alla vita hvað sér það er eitthvað ég heyri svo það er svo lélegt samband ég heyri illa í þér Hvernig þú eiginlega að leita að? Já, ég ringi Hannes og Hannes hvað? Sko ég er bara með nöfnin ég var að fara með hóp af krökkum sem sagt í barnaafmæli Hannes þú eiginlega að leita að? Ég er bara með númer og Hannes, ég veit ekki meira Hannes Theodorsson er það Nei, ég sé þetta ekki, þetta er ekkert sko, hún Steinun rippaði þetta niður fyrir mig og sagði bað mig að hringja í fólkið sem er aðstandendur þessa hóps og ég tók að mér fyrir sem sagt að ég hef verið að vinna fyrir Gróttu KR aðeins ég tók að mér svona húsvörslu og svona fyrir þau og Steinun bað mig að fara með hópinn Þú ert að hringja, strákanum minn ég býja Höfni Hornafirði og þú ert að hringja í svo mann sem er ekki æfið fótbolta Nei, já, ég veit, nei, þetta eru krakkarnir sko, þetta eru bara sko en ástæða þess að ég er að hringja það, sko, þetta var náttúrulega ákaflega skemmtilegu dagur og gekk allt gríðarlega vel, við byrjaðum á því að fara í Húsdýragarðinn eins og ég sagði og svo fórum við þarna í skemmti mann nú ekki hvað þetta heitir, Krakkaland eða eitthvað, þau hefur voða gaman að því Já, krakkarnir minn hafa ekkert verið nálægt þessu svo ég hef ekki hugmynd til hvers Jú, ég er að hringja vegna þess að það kom upp svona ákveðin það hefur sem sagt komið fram það hefur einhverjir krakkar þarna í hópnum sem að hafa það hefur komið upp njálgur og hann náttúrulega spyr ekkert landshlut eða neitt svoleiðis njálgurinn, hann ferðast bara út allt, þannig að ég er að láta alla aðstandendur vita en vildi ákvæmt að hringja Höfni Hornafirði þegar börni mín hefur ekkert verið nálægt Reykjavík og ekkert hafa verið í Húsdýragarðinum og ekkert verið nálægt þessu hóp sem þú ert að tala
Nú er ég bara að gera það sem Steinunn bað mig að gera. Já, hún leti fara svo vitlaust númer að börnum minn hafa ekkert verið nálægt þessu, svo þú ert að hringja í svo vitlaust númer. Vilt þú heyra í Steinunni og ræða þetta beint við hana, eða? Já, ég var vel til að gera það. Býtu aðeins. Býtu augnablik, hún er hérna frammi. Steinunn mín, ég með hann Hannes hérna á línunni út af ammælisferðinni þarna, ef þú getur talað við hann segist ekki kannast við þetta og... Halló. Já, sælublesaður. Já, sælublesaður. Já, þetta er leiðinda mál. Þetta er það. Þannig hafið þið orðið vör við eitthvað þarna hjá ykkur. Ég bað hann að láta alla vita en við vitum ekkert hvaðan þetta kemur eða hver er upptakan af þessu en hvort þetta hefur gerst þarna í þessari ferði eða hvort þetta er eitthvað seinna, ég bara veit það ekki. Halló. Já, veist þú eitthvað? Hafið þið orðið vör við eitthvað eftir ferðina? Nei, það er gott að vita en ég veit að þetta var góð dagur hjá hann. Skotin, hann fór að línu linda. Það eru svo mikil veistlaður með Steinunni líka. Sko, Steindi, við verðum bara viðkynna hérna og horfum bara á An Artist at Work, sko. Djöfull var þetta fyndið. En hann leiðist aldrei að vera ofperaður. Nei. Hann nefndist ekki. En hann hélt sér réttu með lífum. Maður heyrði að það var brjála að gera hann hafði engan tíma. Það er alltaf best. Hann hafði engan tíma í þetta. Nei. Hann var ekkert í hústýragarðinum og krakkandina svo eru bara einhvers staðar á höfn, sko. Já, og hann æfir ekki fótboll sjálfur þessi. Nei. Þetta var þetta krakkafæður þú. En hérna, já, ég ætlaði að fara að segja hann sko frá Tralla sem kom og bjargaði deginu sko. Spurning hvort að hann geti ég var bara að skrifa þetta blaði, það var svo gaman það var svo gaman fram að þessu, það var svo gaman en þetta var leiðilega sögur og vonandi höfðu ég gaman aðeins og við. Þetta er Elton John og Dua Lipa, þeir að resta hér á FM 95 Blö á FM 95 sérstu Elton John aðdáandi. Jón? Nei, ekki not a fan. Ekki músikinni, meðan hann frábær gæi, sko. Já. En hann að þú er aldrei verið að hlusta á hann í gamla dag, Rocketman og þessu lög. Nei, ég hlusta aldrei á neitt. Nei, ok. En músík, ég hlusta á þetta. Hlusta á þetta. Ég þóttist hlusta á þetta, ég þóttist hlusta á punk. En ég væri afsakaður. En þú varst ekki að hlusta á Sex Pistols eða neitt? Nei. En þú varst í hljómsveit? Já, í nefnræsli. Ég bara kom aldrei fram með nefnræsli. Það er nefnilega ógeðslega góðu brandari sem ég sagði, sko, jókakona minn, hún sagði daginn hérna, já, ég er bara búin að vera með svo mikið nefnræsli. Ég sagði, það er ekki neitt, ég var eins og söngvarinn í nefnræsli, sko. Ekki góð. En hljómsveitin nefnræsli, þið komu aldrei fram? Þeir komu fram, ég var bara aldrei með. Já, sagðist þú bara verið í hljómsveitinni? Ég sagðist bara verið í hljómsveitinni, ég sagði hljómsveitinni nafninu til til að vera í hljómsveit. Já, ég söngvarinn í nefnræsli. En var þetta ekki svona eitthvað bílskús, þú varst í stemningunni, þú varst á æfingunum og... Já, eitthvað á æfingum, sko. Var Sigurjón í nefnræsli? Nei, þetta var áður en að við kynntumst, sko. Og ég var bara 14 ára, sko, og langaði að vera í hljómsveit, þannig að ég var í nefnræsli. Nei, langar, sko, ég var að hugsa um þetta daginn, ég held að sé svo gaman að vera í hljómsveit. Já. Þú veist að, ég var svona eitthvað að gæla við að kosta að maður að reyna að stofna hljómsveit. Já, endilega gerði það. Að finna, þú veist, Jón, þú getur verið á bassa og Blöð, þú á gítar. Nei, ég er góður, ég kann ekki á neitt, sko. Nei, það þarf ekki. Þú veist ekki við... Já, bara segja og setja í hljómsveit. Nei, já, þetta er stemningin. Þú veist, þetta er að hittast í skúrnum og aðeins að æfa og klóra í bassan. Já, ef við væri 15 ára, það var kannski stemming, sko. Bara í tónastöðuna, sko, strengi. Já, hangi í þessum búðum, fá okkur kaffi, sko, strengi og svona vera fræðast þetta, sko. Já, talandum að fræðast, við ætlum í hraðaspurningar á Jón Gnarr og kynnast þér svona aðeins betur og fara aðeins yfir þannig að þó þetta séu hraðaspurningar og þá þurfum við kannski aðeins yfir svörinu eftir. Þú átt basically að segja bara fyrsta sem þetta eftir í hug, Jón. Þannig að þú getur ekkert svarað rétt eða rangt. Fattur þú ert ekkert endilega að hugsa þetta bara hvað kemur upp í hugan? Ok. Uppáhalds matur?
Ossobuco. Hvað sagðirðu? Ossobuco. Erstu að búa þetta til? Nei. Ok. Af því að ef þú segir fyrsta sem þetta er í hug þá áttu ekki að búa til orðsamt. Nei. Hvað típa mat er þetta? Ossobuco. Það er bara geðveikt. Það er bara uppáhaldsmaturinn minn. Ok. Besta bíum. Þetta kjöt eða þetta gremmiti eða? Nei, þetta kjöt, þetta eru nautaleggir. Hægeldaðir nautaleggir. Ossobuco. Ossobuco. Svart. Ég held að sé það fýblast ég. Besta bíum allra tíma. Being there. Hvað drekkur á djaminu? Hvað sér það? Á djaminu? Já. Sótavatn. Ok. Uppáhalds íþróttalið? Liverpool. Hver er fyndnastur? Pétur Jóhann Vigfússon. Uppáhalds sjónvarpsþáttur? Vigfússon. Hvað sagði? Uppáhalds sjónvarpsþáttur? Uppáhalds sjónvarpsþáttur. The Joe Smo Show. Hver er þinn helsti kostur? Duglegur. Hver er þinn helsti ókostur? Sjálfsvorkun. Hvað kveikir í þér? Góður sjónvarpsþættir. Uppáhalds samfélagsmiðl? Hvað sér þú? Uppáhalds samfélagsmiðl? TikTok. Hver er þinn helsta fíkn? Nicotine. Hvað líður þið best? Heima hjá mér. Ef þú mætir hitta hvern sem er í heiminum, hvern myndir þú vilja hitta? Já, þetta er mjög góð spurning. Ég var með eitthvað svar, einhvern sem að ég væri alveg ógeðslega mikið til í að hitta. Angela Merkel. Ok, leiðilegasta sem hún gerir? Leiðinlegasta sem ég geri ég sko þetta hérna leiðin er svo margt sko. Hvað kom upp í hugan? Hérna skafa rúður. Ég hætti við að fara eitthvað því ég þarf að skafa rúður í nenni. Já, sleppið ég freka bara. Eða pálta leigubíl kannski bara. Já, eða kveikja bara bílnum. Maður leiður honum aðeins að malla. Já, sko, hérna uppáhaldsmatur, þú varst að búa til eða er þetta einhvað sem... Nei, Ossobuco er hægaldaðir nautaleggir og sem sagt upp úr rauðvinni og Þú ert að búna rétt til ég sé þú ert að búna til. Nei, okay, þetta er sem sagt og borið fram með risotto og svo kalluðu gremolata sem er raspaður sítrónubörkur. Nei. En sko af þeim sem þið langar mest að hitta, ég býnir forðið, þú ert búin að hitta svo mikið af fólki bæði sem borgarstjóri og annað, hvað fannst þið skemmtilegast að hitta á ferlinum? Fannst mér skemmtilegt, mér var náttúrulega bara rosa gaman að hitta allt þetta fólk, það sem að kannski situr mest eftir af sem var bara svo mikil æra að hitta, þá var Noam Chomsky. Ég kunni alveg einstaklega vel við hann og hann er ofbóðslega ljúfur. Má ég spyrja hver það er, veistu hver það er stundi? Nei, Noam Chomsky er svona, hann er svona hugsuður og svo fannst mér rosa gaman að hitta Oliver Sacks sem að geðlæknir sem að hefur náttúrulega skrifað mikið af bókum með hans, hann er nú fallinn frá blessaður. Rosa gaman að hitta hann og mikil upphefð og svo er hérna Yoko Ono, var hún skemmtileg? Var Yoko Ono, var hún skemmtileg? Já, Yoko Ono var yndisleg. Svo hitti ég reynda Bono fyrir algjörða tilviljun. Hann kom á áramótabrennu í Reykjavík. Það kom fjölskyldan kom á áramótabrennu í Reykjavík og ég var kynntur fyrir honum. Þau komu bara fljúandi með engaflugvél frá Írlandi, lent á Reykjavík, kom á brennu og flugu svo aftur tilbaka. Þetta var eitthvað svona og mér fannst það mjög gaman. Það var rosalegt mission maður. Já, hann var rosalega lítill og hann var alltaf að biðja Guð að blessa mig.
hann var að spurja já, hérna ertu búin að vera ert þú borgarstjóri hérna í Reykjavík og já, sagði ég, Guð blessi Reykjavík og Guð blessi þig og alltaf svona klappa öxlir og maður segja Guð blessi fjölskyldu þín hann var bara eins og hann svona trúaður? Já, hann var eins og einhver munkur eða eitthvað hann var alltaf bara að segja Guð blessi og bara já, sömuleiðis sagði ég og bara En hvernig var að hitta hérna Russell Brand? Jú, það var mjög sérstakt sko, ég kunni ekkert mikil deili á honum hann þegar við hittumst hann hafði skotið svolítið svona snögglega upp á stjörnuhiminin sko, ég hafði heyrt eitthvað og ég vissi ekki alveg nákvæmlega hver hann var en hann var einstaklega ljúfur og hérna hann er svona hann er pælari sko hann er pælari eins og leitandi maður svona leita hvað er þetta og hvað er hitt og hvernig getur maður leist þetta og svona mjög viðkunnarlegur sko Þú sagði drekka hérna vatn á djaminu erstu hættur að drekka? Farið þér ekki bjór eða? Ég drekka aldrei Þú dast í það með okkur eftir Eurogarden? Já Stíða, fengum okkur nokkra bjóra Já, hrundir í það Nei, áfengi er vel stórlega ámetið sko og hérna og ég er alveg nógu ruglaður sko ég veit að stundum ekkert hvort ég er að koma að fara og ég þarf ekkert að bæta einhvern veginn á það ég hef engan hvata til þess að bæta og gera mig ennþá ruglaður en ég er sko þannig að ég er bara high on my own high Þú uppáhalds íþróttalið, það var Liverpool sem ég nú kannski ekki alltaf fylgist eitthvað með íþróttum Jón? Horfir á fótbolta eða körfubolta eða eitthvað? Nei, ég horfði á hérna það var einhver maður sem er margfaldur heimsmeistar í pílukasti og ég sá hann og ég hugst að þetta er eitthvað okkur Íslendingar ekki heimsmeistar í þessu Það var mjög vinsælt að horfa á píluna, var allir að horfa á núna Já. Nei, ég horfi aldrei, ég get ekki ég hef einu sinni dottið inn í svona það var að horfa á ísokki í Svíþjóð En mér finnst þetta vanta líka svolítið eins og með pílan sko. Mér finnst þetta vanta í golf til dæmis það er bara eins og í Happy Gilmore manstu, það var svona, það var orðið bara svona okkur rocktónleikar Það finnst þið vanta stemmingun í golfi? Já, þú veist eins og ég hefði ekki trúað þessu þegar ég hef aldrei fylgst neitt með pílu fyrir bara í fyrra eða eitthvað þegar þetta var eða eitthvað og fólk fór að benda mér á þetta er ógeðslega skemmtilegt og ég fór að tjekka á þessu þetta er ógeðslega skemmtilegt aðeinslegt, en stemningin þarna, þú veist, það er bara allt bilað bara allir á tjamminu bara höll, allir alveg sturglaðir sem skrítið að því að þetta eru menn sem eru að vanda sig að kasta pílunni Já, menn alveg eins og í golfi eða öðrum íþróttum þú veist, þegar þú þarft að vanda þig sko, þá, þú veist, þetta vanda keiluna líka, var alveg að gera keilu skemmtilegri Stakkur er ekki allir, þegar allir að vera sturglaðir þar En ég meina, svona skrítnar íþróttir eða, þú veist, sem eru borderline íþróttir eins og pílukast þú þarft í rauninni bara að nenna að hreyfa hendina á þér hérna og bridge skák, póker ég horfði einhvern mann á eitthvað pókermót, þú veist, ekkert að gerast, ekki neitt og hérna og sko eða þá að það er svo mikið að gerast að þú hefur ekki undan eða horfa á eitthvað fólk að hlaupa marga kílómetra hvað, þú veist, það er ekki að fara að gera neitt en að því þú komst inn á skák ég myndar að það eru hérna 2 mannskjör að keppa í skák og það er allt bara fullt að liði við erum að tala bara mörg þúsund manns að horfa það er náttúrulega stemming í hinnu það getur ekki verið að hvetja þú setur peðið fram að spilast en ég myndar bara þegar þú bara hrókerar og fólk er bara þetta þarf þá að vera einhver rosaleg hraðskák sko. Já, það er klukk í þessu En annars drengir er bara komið að lokum hér hjá okkur í dag Nei, þetta er fljótt að líða, klukkan á 6 Ég var nefnilega sko, við erum ekki að fara að ná að komast í kortmyndur frekar ekki í störðlega Þú er klukkan váka að búið að vera gaman hjá þetta er fljótt að líða, hvernig er helgin eða Jón? Helgin er róleg og ég er að fara að keyra til Akureyrar Já, þú ert að setja sýningu þar maður Já, þar sem ég er að æfa skuggasvein og ég nota yfirleitt sko, ég hugsa mér gott í glóðarinnar vegna þess að ég er að fara að æfa texta minn og syngja skuggasveins lögin sko, ég er að syngja fullt í þessu sko. Hvernig er frumsýning? Hún er áætluð einhver tíman mánaðamótin janúar, februar Ef sóttvarnir og allt þetta náðu það að sína, hvað er þetta stórt?
Þú veist, hvað tekur, þetta er náttúrulega er þetta í hérna, hvað er þetta? Þetta er ekki hófið það? Nei, ekki bara leikfélaginu? Þetta er leikfélaginu sko ég veit ekkert ég þekki ekkert þessar reglur hvað má ég margir vera og ég myndi ekki munna það fyrir hotn Nei, þú bara sýnir ef það er sýning Já, bara mæti og bara með textan minn og syngi lögin Þetta er gaman, þetta verður við ekki að prófa að keira norður Við erum að fara að keira á Selfoss á morgun og eiga góðan dag þar Ég meina að við erum konar á Selfoss, konar halva leið til Ég veist alveg við ættum bara að halda þessu áfram að fara í landið Það verður kósi Djúvillar, gaman maður Jón, það var sannur heiður að fá þið hérna með okkur í þáttinn Mikið ánægja og heiður að fá að sita hérna með ykkur og fá að vera örlítið þáttakand Já, þetta var mér kósi þáttur einhvern veginn það er alltaf eitthvað svo, við erum alltaf að tala svo hratt og einhvern veginn en ég hefði virkilega gaman að þessu Jón, þetta var mjög þægilegt Takk aftur fyrir okkur Takk fyrir mig